Bara velkomin í þetta Q&A vlog. Ég setti tvisvar á Instagram í vikunni og lofaði því að ég myndi svara þessu. Það er skemmtilegt að svara þessu í gegnum YouTube eða gegnum svona myndrænt heldur en bara sem texta á Instagram. Ég er reyndar ekki búinn að kíkja á spurninguna, heldur allar Hildur að vera fyrir bak í kameruna og spyrja mig svo að ég get ekki æft einhver svör, svo ég svari bara svona spontant og frá mínu hjarta. Ég vona að þið græðið eitthvað á þessu, ég vona að þetta verði áhugaverðar spurningar og skemmtilega. Bara, ekki bara að gera þetta í ganga? Gerum þetta í gang. Nei ekki? Jú. Vístu vel það? Eigum við ekki bara að byrja með svona léttara spurningar og fara síðan svona aðeins dýpra með tímanum? Þú bara stjórnar þessu alveg. Fyrsta spurning. Okay. Hvað segir kallinn? Ég er drullugóður. Ég er mjög ferskur, það er spennandi. Maður er svona, já, er spenntur að gera hlutum sem maður er að gera, þannig að ég bara gæti varla verið betri. Hvað ráð hefur þið fyrir varnarmenn? Þá býst ég við hann að spyrja fótbolta. Tengt fótbolta. Varnarmenn í dag þurfa að vera nokkuð góður í flestum atriðum í fótbolta. Það er náttúrulega að vera aðalega góður í staðsetningum sem skiptir mestu máli, að staðsetja sig rétt. Og að það er að hugsa fram í tíma og að vera góður í loftinu, vera með góða fótaðinu, vera hraður, vera góður í löpunum. Varnarmenn eru góður öllu, en ég myndi segja staðsetninga verður nummer 1. Og þú þarft að vera sterkur, alls ekki þungur, en þarft að vera sterkur og þá er gott að leggja áherslu á að vera með sterkar lappir og sterkt kor. Okay? Hversu oft ferðu í ísbað á viku? Heyri, ég er búinn að fara í einhvern kulda núna í svona 3 mánuði daglega. Ég minnst í morgunrútinu minna að fer í kalda sturtu í 3 mínútur og ég fer síðan mjög oft í ísbað eftir æfingu. Síðan fer ég líka oft í ísbað því ég fer í sund og ætli ég fari ekki í sund svona 2 í viku. Þannig ég myndi skjóta að ég fari í ísbað svona 4 til 5 sinnum í viku og fari í kalda sturtu svona 6 sinnum í viku. Ég elska kuldan. Það er eitthvað, mér finnst dagurinn ekki vera eins og mér líður bara vel í kuldanum því að allt er mikið challenge en þú afrekar eitthvað í kuldanum og það er svo mikið benefit fyrir skrokkinn þannig að ég dýrka kuldan. Manstu þegar mér var eins og alltaf kalt í sambandinu? Það er búið að breytast svolítið núna? Ég enda alltaf í kuldu, ég enda alltaf með í kalda sturtu. Þér er alltaf kalt núna? Já, það er búið að skána mjög mikið. Já, já, ok. Og mér var ískalt en ég er svona aðeins betur núna eftir svona áhrifum. Hvernig er svefnrútínan þín? Vá, þú setur svona mikla áherslu á þetta. Ég meina þú ert með risarútínu, sko, en að... Já, ég er með góða rútínu. Í rauninni byrjar bara eftir kvöldmati þannig að þá læt ég á mig svona blue light blocker sem er svona gleraugu sem... Gerist það? Já, ok. Sem eru svona gleraugu sem blokka blá ljós frá sjónvarpi og frá tölvum og símum og svona. Og ég hætti vanlega í símanum klukkan svona 9. Þá læti ég hann bara frá mér stundið vekjarklukku, var ég klár í morgunum daginn eftir. Ég setja á mig þessi gleraugu, horfa á vanlega einn þátt með Hildi, svona yfirleitt ekki meira en það, eða 2-3 vlog með Jón Olsson sem er geggjaður. Síðan fer ég upp í rúm og ég les svona 10-20 blaðsíður, einn kafla í bók. Síðan kannski er Hildur heppin á spjalla í smástund við hana, en annars bara þá fer ég að sofa. Þannig ég hvíli í rauninni augun frá sjónvarpi með blue light gleraugu og líka með því að lesa í staðinn fyrir að horfa á eitthvað því að það hefur góð áhrif á svefninn á mér að sleppa því að vera í miklu ljósi. Og ég er líka slekk ljós heima á mér, slekk 50%, þannig að það verður svona dimmra heima á mér því að það hefur áhrif á hormónunum okkar, sérstaklega þessum kallað smjörlátunum. En já, þetta er svona svefnrútínu mín og ég þegar ég að sofa klukkan svona 10 á 11 og ég vaknaði svona 6:37, mjög misjafnt samt. Hvernig recovery tekur þú eftir leik? Eftir leik? Já, og líka bara svona hvíldardögum, þá tek ég alltaf sama recovery. Ég er alltaf æfing daginn til leik en ég skokk alltaf í svona korter 20 mínútur, kannski lengur ef ég er í feeling, kannski styttra. Og ég rúlla mig yfirleitt. Ekki allan, en rúla svona vöðan sem ég stífur og ég nýti mér að fyrir sjúkraþjálfun, ég fer í chiropraktor líka og ég fer í kuldan og síðan finnst mér eitt sem ég ger líka, ég lyfti yfirleitt daginn eftir leik. Það er svona flush-out, þú veist, að fá virkni í vöðana, ég veit ekkert hvað er bak við það, það er alltaf alveg frí 20 eftir leik, þannig ég nýti mér daginn eftir leik í að lyfta, þú veist, einæðing á framan á lærin, einæðing aftan á, þú veist, einæðing framan og hér á aftan á og svo kannski 1-2 kóræðingar. Þannig að
það er svona recovery rútínu, alls ekki þungt, bara svona léttar lyftingar. Hvenær byrjaðir að æfa fótbolta? Herðu, ég var 6 ára hluti. Ertu með hvaða liði heldur í ensku? Manchester United, þeir eru langbestir. Kannski ekki núna en... Horfðu aldrei á leikja? Já, ég skil hérna þeim og ég horf á leikja en ég fer ekkert að fylgja bílinn hjá tengdapabba þegar þau tapa sko, þannig að... Geturðu talað eitthvað ef þú lendir í mótlæti með æfingafélagunum þínum? Hefur eitthvað lendið í því eða hver eru þín ráð? Það er auðvitað að mæna bara, þú veist, ef þú ert í mótlæti við einhvern í leiðinni sem þú ert að æfa með. Já, þá yfirleitt virkar mjög vel sem mjög erfitt að það bara spjalla saman. Það bara fara yfir hlutina, fara yfir hvað maður ekki sáttur með, segja það sem maður vill, segja hreint út sagt hvað maður er að hugsa og hvað maður er að pæla. Og yfirleitt að þá kemur einstakleikurinn með einhver svör og lengi sem þú ert bara almennilegur og segja það sem þú ert að hugsa og alls ekki á einhvern ókurteisa máta að þá vanlega segir hinn aðeins hvað þú ert líka að hugsa og þið finnir einhvern svona milliveg. Spurningar mat. Okay. Hvað borðar þú mikið að unnum matum? Reyna að borða eins lítið en ég get. Og sérstaklega búin að vera duglegur það í sumar að borða holt og ég er alveg búin að léttast einhver 3 kíló eða eitthvað. Það er kannski tengist í ég múin að lyfta minna. Allavega, ég reyna að borða eins lítið og geta unnum matunum í hverjum aðstæðu fyrir sig. Það kemur fyrir að ég fá mér, þú veist, pítsu, þá flatey eða flatbökunni eða eitthvað svoleiðis eða förum einu sinni ári á hamburgerna, fáum okkur umfborgaran. Förum einu sinni á ári. Ég fer kannski oftar en Bergsveinn vill fara einu sinni á ári. Ég sætti mig við það. Ég vel mín skipti mjög vel að borða unnuvörur. Ég kemur fyrir, þegar hún fá mig tvis á Brynju líka, mér fannst það eiginlega of sætur síðast. En það kemur alveg fyrir. Ég borði kannski færum stundum líka svona snakk, svona baunasnakk og einhvern veginn snakk. En þetta er svona helsta sem er svona fólk. Hvaða ár byrjaðir með Hildi? 2013 í nóvember. Það var 12. nóvember sem við ákveðum að byrja saman. Ég kom til Hildar og mamma mín spurði hvort ég var að fara til kærustunni minnar. Þannig ég spurði Hildi bara hreint út. Mamma sagði ég var að fara til kærustunni minnar, ertu kærustunni mín? Og það svona út frá því spjalli að ákveða að kýla á. Ok. Cats á sín tíma. Já, á sín tíma. Ekki núna. Já, ég tók. Ok, ertu menntaður við þessa góðu hluti sem þú ert að gera í dag? Já, klálega. Mikið menntaður og síðan er ég líka mikið sjálfmenntaður. En ég er með BS í sálfræði úr HR og það var mjög góð reynsla og lærði mjög mikið af því. Og núna er ég í hagnýtri jákvæðarsálfræði og þjálfunarsálfræði í skóla í fjarnámi frá London og það hefur hjálpað mér líka mjög mikið. En síðan er ég mjög mikið líka sjálflærður, lesið margar, ekki það margar bækur, en lesið nokkrar bækur og lesið nokkrar greinar og velt hluti fyrir mér, alltaf að pæla hluti. Já, ertu byrjaðar að vinna í skólanum aftur? Það fólk er að pæla hvort það er sett að kenna forfallkennslu eða eitthvað. Ég held að ég sé að skilja. Já, ég held það. Já, ég tók daginn kennslu fyrir Lalla bróður. Ég fór og kenndi í 7. bekk. Og það var nú bara 3 daga, þannig að ég var að leysa af kennslu fyrir áramót. Það var alveg fínt. En ég myndi ekki segja að ég væri byrjaður aftur, en ég var aðeins bara að hjálpa að brosa. Uppáhalds heimagerð máltíð at the moment, sem sagt, eitthvað sem ég geri, þar sem þú eldar ekki? Nei, þú eldar langt oftast, en ég hjálpa stundum til. Já, hjálpa til? Heimagerð máltíð, ég held að ég seti þetta í bara burrito, skál. Það er ekki svona... Bara meina mexikanskt? Já, mexikanskt skál. Það er svona uppáhalds heimagerð máltíð, bara með kannski quinoa, baunu með svona fajitaskryddi, tofu, salsa, gott avokado og maísbaunir og grænmeti og káli. Það er svona uppáhalds heimagerð máltíð allavega at the moment. Hvað finnst þér besti maturinn til að meal preppa fyrir vikuna? Já, Þú gerir það ekkert? Nei, smoothie, klálega. Ég þarf að gera smoothie á nánast öðrum hverjum degi eða sérst hverjum degi eða öðrum hverjum degi. Og ég bý alltaf 2 lítra smoothie og set í yfirleitt 3 brúsa sem ég á þá í 1,5 dag eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er svona besta meal prep máltíðin sem ég er með. Ég er ekkert mikið í því að meal prep. Hvenær byrjaðir að hafa áhuga á sálfræði? Kviknaði frá þegar ég var í Borgarholtsskóla og kennarinn minn sem heitir Aron Tómas, ef hann horfa að sjálft á hann,
En hann var svo áhugaður með góða kennslu og hann var skemmtilegt sálfræði á honum og þar svona kviknaði áhugið mig fyrir að ég gæti hugsanlega lært sálfræði. Þannig að byrjaði bara í Borgó sem ég svona sálfræði áhugaður út í að hann kendi svo vel. Hvaðan færðu mesta innblásturinn þinn? Það er aðeins að hugsa það. Aðalega fólk í kringum sem að gera góða hluti og fólk út í samfélaginu sem að gera virkilega góða hluti. Því það ég mjög ánægður þegar ég sé fólk gera góða hluti og svona, já, fólki í kringum sem veit innblástur í því sem ég að gera er mjög mikilvægt því að fólki í kringum hefur ógeðslega mikil áhrif á þig og þegar þú eyðir tíma með fólki sem árangursríkt þá þú árangursríkur, mjög líklega. Síðan ég mikið innblástur fór Jordan Peterson til dæmis, því mér finnst hann, þó hann sé umdeildur, þá finnst mér hann alveg mjög góður hugsari, pælari og gerir mjög góða hluti almennt, en síðan náttúrulega sumt sem hann með sem fólk með misjafnar skoðanir en ég vil ekki að það skyggi þessa frábæru hluti sem hann að gera því hann hefur hjálpað endalaust af fólki og ég hef tekið hann svona, já, hann sé ekki svona mesta inspiration svona at the moment, sko. Veitur þú mjög fáir? Já, hann sést svona... Nei, hver þetta meina ég? Já, Jordan Peterson svona bara frægast sálfræðingur nútíma sér rauninni. Hann með allt fullt af stöð á YouTube og með búinn að gefa út bók og fleira, hann mjög fáir. Af hverju ertu að vlogga? Því mér finnst það gaman og fólk hefur vonandi gaman að því og upp á minningar, festa minningar á filmum og gera eitthvað nýtt, gera eitthvað öðruvísi. Það svona ástæðan fyrir að vlogga. Ertu með einhver góð ráð fyrir námið? Já, bara eyða tíma í námið. Það sem maður leggur í námið að fara út í og það er gott að skrifa niður það sem ég hugsa. Ég er búinn að gera það undanferð að það sem maður að lesa, sem maður lesi í klukkutíma taka kortið í að skrifa niður það sem maður varst að læra. Bara bullar eitthvað niður á blað. Það þarf ekkert að fara með staðsetningar eða eitthvað svoleiðis. Bara svona tekur á orguna þessar hugsanirnar niður á tölvu eða blað og það er svona mjög gott. Ég er líka með forrit sem heitir Mindmap. Mæli mig að segja því að það er svona forrit sem lætur svona floating topic sem kemur svona út úr því og það hjálpar manni ógeðslega mikið til að muna. Síðan það bara að vera í góðum hóp, góðum svona félagslegum stuðning í náminu. Hvað gerir þig stressaðan eða kvíðinn? Þegar ég vil standa mig ótrúlega vel í einhverju, þegar ég hef unnið mjög hart að einhverju. Það gerir mig svona smá stressaðan eða kvíðinn, eða þegar ég að búa mig til óhjálplegar hugsanir hérna í heilanum sem láta mig vera stressaðan í smá stund, eða sem stutt í eitthvað skilningur í verkefni eða stutt í ef ég þurfa að gera eitthvað og ég ekki alveg með á hreinu þá þetta svona smá stressaður eða kvíðinn. En ég ekki mjög stressaður eða kvíðinn, það kemur stundum fyrir. Hver eru þín bestu ráð til þess að díla við kvíða eða stress í daglegu lífi? Kvíði og stress er oft svona byggt á einhverjum órökréttum hugsunum. Ég kalli þetta oft dómara eða Voldemort. Það er oft verið að rugla í okkur og þetta er svona svokallar hugsanavillur sem eiga oft ekki við rauk að styðjast. Oft þegar þú svona pælir aðeins í þeim og kemur með gott svona mótsvar við þeim, svona jákvæðara tal, að þá svarar þessum dómara og þá líklegri til að stress og kvíði minnkar. Síðan þarf stress og kvíði ekki alltaf að vera neikvægt. Þetta er svona tilfinningar sem láta okkur bara virkilega vera á lífi og oft er bara þess að gott að vera smá stressaður af kvíðin, þá bara kemur hlutum í verk og það þarf alls ekki að túlka stress og kvíða sem eitthvað neikvægt alltaf. En síðan það líka bara að hugsa hvað að verst sem getur gerst, hvað best sem getur gerst. Það er lengst að það er miðri. Og það er líka bara fókusinn núið. Þegar ég stressaður yfir einhverju sem var að fara að gerast, að reyna að einbeita mér á hvað er mikilvægt ákvæmt núna. Reyna að einbeita mér á því sem er mikilvægt núna en ekki því sem er að fara að gerast til 3 vikur eða því sem var að fara að gerast. Það er svona, nú er heldur gott í því. Nú hefur verið tekið mig á hálstaki og trampað 3 sinnum á mig viljandi með fullu afli. Ertu reið það svona? Böðarsson. Þetta var eitt moment inn í, ég get alveg sagt frá þessu, mér finnst að segja frá þessu. Ég var á æfingu og ég steig óvart á hann. Og hann var eitthvað, og stígur aftur á mig, þá kýli ég. Og ég sem þroskur, að ég fór aftur á hann og steig á hann. Þá gaf hann mér olnbogaskotinn í kjálkann. Og þá tók ég Böðar og tók hann á hálstaki. En ég og Böðar eru svo góði vinnir í dag, þetta hefur bara styrkt okkur. En ertu reið manneskja? Já. Ég get verið snöggur upp, en ég er búinn að lagast smá held ég.
en ég get verið mjög snöggur upp. Þannig að, en ég myndi ekki segja almennt ég verið reið manneskja, ég myndi segja ég verið frekar glaðlyndur, en ég á það til að vera mjög snöggur upp og mér langar til að bæta það, mér langar ekki að vera svona snöggur upp en Böðvar fanturinn sjálfur, hann er lúmskur. Ok, hvað er það hæsta sem þú hefur prumpað og hvað borðaðir til þess að ná því? Hvað er það hæsta? Ég veit það ekki. Ég veit það örugglega. Hvað? Þegar þú varst fyrst byrjaður að borða vegan og þú varst að borða svo ógeðslega mikið grænmeti og varst ekki vanur því. Já, örugglega þegar ég var að breyta yfir frá venjulegum matvæli yfir plöntufæði að þá prumpaði ég svolítið. Af hverju prump svona, prumpa allir maður. Drekkurðu áfengi? Já, ég á það til að fá mér áfengi en ég geri það alls ekki oft. Svona gamli Beggi, hann datt oft mjög mikið í það, mjög hart í það en ég er komin svona öðruvísi í nálgunum og mér finnst mjög gott að fá mér nokkra drykki í góðræna hópi og en ekkert verða eitthvað sósæður en það kemur alveg fyrir kannski en mér er oft langar til að hætta en ekki látið verða það í kannski einn daginn en mér finnst þessi nálgun að geta fengið sér nokkra drykki og vakna síðan fersku daginn eftir bara á við. Notarðu brúnkukrem eða fer í ljós? Ég fer ekki í ljós, eða langt sinni fór í ljós. Ég nota ekki brúnkukrem, þú reyndar alveg spurt mig hvort ég vil nota brúnkukrem. En ég bara er óðult með ná lit. Það er bara að eyða smá tími í sól og það verður bara brún. Uppáhalds hlutir við að eiga Hildi sem kærustu? Hún eldur alltaf fyrir mig. Hún er dugleg að hjálpa mér og styður mig í öllu sem ég geri. Og hífur mig upp frekar en að draga mig niður. Er fyrirmynd. Það er svona og skilur mig. Ég get verið skrítinn, hún skilur hvað ég er að gera, skilur hvað ég vil gera og dregur mig aldrei í efa og þannig að það er svona uppáhaldshlutin minn. En loka orð? Loka orð, bara takk hérlega fyrir spurningar, það var ógeðslega gaman að svara þessu og ég er alveg til að gera þetta aftur, bráðlega og ég vona innilega að þið hafi notið eitthvað góðs að þessu og hafi fengið einhver góð svör, þannig að takk hérlega fyrir mig og bara biðja heilskur.